Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu kjaramál, leikskólamál, samfélagsmál eða bara ýmislegt sem skarast í umræðinu hvað þetta engavæðingu leikskóla kerfisins að einhverju hluta eða stórfyrirtækjavæðingu. Til okkar komin þungavíktamaður í þessu málaflokki, það Haraldur F. Gíslason, formaður félags leikskólakennara. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að koma og segja okkur getur þú sagt okkur aðeins hver staða mála? Staða hvaða mála þá? Staða þessara mála. Þetta er eitthvað svo furðulegt þetta að einhver stórfyrirtæki ætla að fara að koma og skella nokkrum leikskólum? Já, þetta ég veit ekki hvort maður að segja að koma mann á óvart, svo fátt sem kemur manni orðið á óvart, en þetta eitthvað svona nýr vinkill inn í umræðin að menn séu að spá í því, að fólk og pólitík séu að spá í því að gera samninga eða þjónustusamninga rekstur leikskóla við einkafyrirtæki, stórfyrirtæki sem hefur aðra kjarnastarfsemi heldur en að reka skóla. Og við höfum alveg verið með anga af sjálfstæðstarfandi skólum hér sem hefur verið svona bara ágætis sáttum, það ekki mjög stórt hlutfall, bara það ákveðin fjölbreytileiki í því, sumir þeirra eru bara mjög góðir og aðrir ekki eins og gengur að gerist. En í flestum tilfellum það ekki talað að það fagmennskan í fyrirrúmi en kannski sem svolítil spurning núna hvort að þessir, hvað þetta ekki, bankar og alls konar, hvort þeir séu þá bestir til þess fallir að reka leikskóla? Já, ég held að allir sem að fara í það verkefni að reka leikskóla sitt sér markmið að gera það að fagmennsku sjálfsögðu. Svo bara skiptir miklu máli hver að reka leikskólan og það getur bara verið mjög mismunandi líka bara innan sveitarfélagsgeirans en kannski við förum bara yfir staðreyndina staðreyndin þessi að sjálfstæðstarfandi skólum hefur ekki tekist að laða til sín fleira fagfólk heldur en skólur reknum á sveitarfélögunum. Hlutfall eða sem sagt kennara með réttindi í leikskólum sveitarfélaga 26% en það bara 18% hjá sjálfstæðstarfandi skólum en það sem ég var kannski að reyna að koma að þarna eðlismunur, það eðlismunur á sjálfstæðstarfandi skólum sem hafa það markmiði að reka skóla og svo þessari slóð sem verið að feta það sem að kjarnastarfsemi fyrirtækisins allt önnur og þetta nýtt og þetta náttúrulega það sem allir kollega mínir því ég sinni nú erlendu samstarfi fyrir félagið og allir kollega mínir vara við þessari þróun. Hún hefur allstaðar þrátt fyrir góðan hug leitt til félagslegar mismunnar og alveg saman þótt að menn reyna að koma í veg fyrir það með einhverjum hættu auðvitað þurfa allir þeir sem að reka leikskóla starfa eftir lögum leikskóla og fara eftir aðalnámskrá og allt slíkt en þetta sprettur náttúrulega bara út frá svona ofvexti leikskóla kerfisins og það er svona rótin sem að þessar hugmyndir spretta upp í og fá að vaksa og það nú bara þannig að þetta skólastig hefur þróast á miklum hraða og stundum af meiri kappi en forsjó og við erum sífellt að stækka kerfi, við erum að reyna að mæta þörfum samfélagsins sem að síbreytilegt og við ráðum ekkert við hennar mikla vöxt vegna þess að við náum ekki á þessum hraða að auka nýliðun í kennarastéttinni. Við erum alveg með metinnritun í kennaranám en að meðan að kerfi vex á þessum hraða þá finnist það sífellt út og staðan einfaldlega þannig að okkur vantar 2600 kennara til að uppfylla lög og skyldur sem að og já, okkur vantar þessa kennara líka bara til að auka gæði náms og það stóri vandinn. Við erum að reka þetta kerfi á annars vegar ófaglærðu starfsfólki sem að stoppar oft mjög stutt við að 33%
33% starfsmannamelda hjá þeim hópi sem er mjög slæm fyrir leikskólana og það náttúrulega, þú getur googlað mörg ár aftur í tíman, prófa að googla orðið mannekla í leikskóla, þú farið 7000 leitaniðurstöður sem allar eru það sama sko. Og það þetta mikla rót sem kemur bæði á haustin og svo bara líka orðið bara allt árið í kring á þennan hóp starfsfólks sem ekki hefur er bara á hreyfingu, þessi hópur að fara bara í eitthvað annað, hann er leitandi meðan að þeir sem hafa helgað sig þessu og farið í námið og svo sé réttindi starfsmannalda þeirra ekki nema 11% sem þykir nú bara svona rétt svona eðlileg starfsmannavelta, þannig að þetta er stóri vandinn og tengist það náttúrulega lítur að vera kjarabaráttunni að sjálfsögðu gera það og þá, þú veist það sem mun gerast sko Alvotech eða Arion eða hver sem það nú sem mun ætla að reka leikskóla og verður þetta veruleika, hann mun ekki sko framlega kennara á örskotsstundu og það mjög ólíklegt að hann muni laða til sín fleiri kennara sem hann væri þá að taka annar stað frá vegna þess að eins og ég var að benda á reynslan ekki svo með sjálfstætt starfandi skólana það sem að sjálfsögðu við þurfum að gera og ættum að vera löngu búin að gera og hefðum ekki þurft að fara í verkvöld til að reyna að gera og þau eru við bara frestuðum þeim og við erum enn í viðræðum og búin að vera í löngu viðræðum við þurfum að jafna laun á milli sérfræðinga á milli marka, jafna laun á milli marka vegna þess að sko samkeppnisefni launa þeirra sem að mennta sig hún þarf við þurfum að vera samkeppnishæf þar og svo þarf að búið til starfsaðstæður sem að þetta fólk vil starfa í og mér finnst það alltaf einhvern veginn menn hoppa dálítið yfir það og ég sé ekki borgarstjóra Einar Þorsteinsson eða aðra bæjarstjóra sem að hafa þessi völd til að taka ákvarðanir það og veita umboð sínum samninganefndum Reykjavíkurborg nú með sín sérstaka fulltrúa inn í samninganefndinni til þess að jafna laun á milli marka það eru engi pokafullarir prósentum að koma frá þessum einstaklingum inn á kjarasamningsborðið eins og staðinu núna og mér finnst það bara skrítið og meðan eru menn að segja þeir segja við vitum það við verðum að fjölga kennurum og það verður gert með að gera laun og starfskjör betri en svo bara einhvern veginn gerist ekki neitt. En þú greinlega sérði alltaf málið einmitt, þú ert búin að vera að standa í kjarabaráttu núna í verkfallinu sem var frestað og heilmikið stuð og hérna með svona af ykkar hendi þið voru mikið að reyna að efla svona baráttu viljan og allt svoleiðis en við kannski ræðum það aðeins eftir ef þú ert til í það að taka það aðeins fyrir en ég var bara spúkul, þú sér þetta svolítið alveg, þú hefur líka starfað sjálfur á þessum vettfangi, þú ert alveg eiginlega með heildarmyndina sko og ert búin að vera í tengslu með fólk erlendis líka og inn í menntakerfinu og allt svoleiðis þessi lausn að fara að koma þarna með einkarekna útspill það hljómar svona eins og það sé verið að taka það sé svona ákveðin lausn, svona skyndilausn og sem að kannski maður getur ímyndið sér ef það verða veruleika þá muni það fólk svona hugsi, þetta er bara ágætt þarna er allavega möguleiki og þarna er allavega fjölbreytileiki og rekstraformi kannski skiptir einhver máli og hérna þarna er bara komið einhver valkostur fyrir okkur og svona, við finnst einhvern veginn umræðan fara svo oft í þetta, tekin úr samhengi þetta sé bara svona alveg ágætt hverju svararu þessu? Þú veist, ef við segjum að rekstraformi kannski skiptingum máli, þarna verði til mis verði góðar starfsaðstæður á þessum nýju leikskólum og þarna verði leitast við að fá að gera vel við starffólk? Mín sýn á þetta er svo að þetta er engin lausn og þetta er engin skyndilausn. Ég segi það bara og vísa bara í tölur um fagfólk í sjálfstæðsstarfandi skólum versus sveitafélagsskólana og bara taka það fram það er ekki hærri laun í sjálfstæðsstarfandi skólum heldur en í skólumreknum og sveitafélögum heldur sömu launin sko þessu fyrirtæki mun ekki taka að manna þessa skóla með fagfólki það fólk einfallega ekki til og við þurfum að búa það til það er staðan þannig að endanum verður þetta því að sko til að vera með skóla þá þarf þetta að vera með kennara og endanum
verður þetta þá eitthvað skonar gæsla eða eitthvað slíkt, þannig að ég bara sé ekki, að því ég er búin að horfa á þetta svona lengi, ég bara sé þetta ekki vera neina lausn og ég held að við séum að fara út á hálan ís og ég las grein í dag þar sem að, og ég nefndi það í greininni minni, bara svona til að sjokkera, ég sagði að fyrirsögn í greininni var Alvotech og Arion stofna grunnskóla, það kom grein í dag hversu stigur það væri þú veist, þannig að... Og það var verið að veita styrki líka, sko, ráðherra var að veita styrki í velsældar námi eitthvað svo leið, það kannski tengist ekki, en ég fór að hugsa sko, það er ekkert alveg út úr myndinni í þessari stefnu, svona nýfrálshyggju stefnu stjórnvalda, að ég fæli að það verði bara eitthvað svona sér nám, allir dæmis þessir leikskóla getur bara verið með sér leikskóla kennara nám, engareikið eða hvað, einhver svona þjálfun. Ég finnst það bara ekki góð mynd, sko. Ég held að í svoleiðis, þú veist, einhverju svona quick fix, ef við notum ekki íslensku. Hvað er íslensku orðið yfir það? Bara fljótredding. Já. Þú veist, þá gæðum oft fórnað þegar menn ætla að gera hluti hratt, en mér finnst áhugavert, þú sagðir að ég hefði náttúrulega vítt svið, hefur séð þetta lengi og kannski aðeins að fara yfir það, þú veist, sko ég er náttúrulega, ég er brottfallur fram á skóla, skilur mig, og ég þóttist ætla að meika það sem tónlistarmaður og fekk vinnu í leikskóla bara svona til að safna fyrir einhverjum flugmiða og sko bara rétt 20, sko og þá, þú veist, mitt helsta afrek á þeim tíma áður en ég fór að starfa í leikskóla var að geta vakna fyrir hádegi sjá til og við erum ennþá á þessu stað svolítið með kerfi okkar, við erum að ráða inn fólk sem að hefja bara sína fullorðisgöngu í lífinu, við erum mikið að stóla þannig einstaklinga og vissulega mikið einstaklingu líka eða ákveðin hópur sem er búin að vera lengi en hefur ekki sótt sem menntun og þú veist það blessaðist í mínu tilviki, ég hafði rosa gaman að starfinu og fór og menntaði mig og var síðan deildarstjóri og var með svona uppskiluru og svona slapp til hjá mér en sko ég sko starfsmanna velta hjá þessum hóp er 33% eins og ég sagði á það og það er það erfiðasta fyrir í leikskólan, við erum einhvern veginn ég meina síðan 2013 þá vantar okkur ekki nema 1300 kennara til að uppfylla lögin, nú vantar okkur sko, það er búið að okkur vantar 2600 í dag sko, vegna þess að við erum að stækka kerfið allt hratt og við náum aldrei nýlun og flug og þá er eðlilega fólk segir en ég meina hvað er foreldrar að gera við þurfum að komast út á vinnumarkaðinu og við hjá félagi leikskólakennara við höfum bara statt og stöðugt bent á það eina raun hafa lausnin á því er lenging fæðingarorlofsins og fólk getur haft alls konar skoðanir á því en það er eina raun hafa lausnin í dag til þess að það sé ekki verið að velta þessu álagi með stækkuninni yfir á leikskólana því að það hefur, svo útþynningin hefur áhrif síðan á starfsaðstæðunir í leikskólanum vegna þess að bara það að geta fjölga kennurum, það er að bæta starfsaðstæðunar. Og sumir segja náttúrulega að það sé verið að velta sko álaginu yfir á börnin mörguleiti að það sé of... Já, svo það er annar vinkill og við höfum líka kannski aðeins líka verið að kalla eftir því að við förum að kafa nánar ofan í það vegna þess að sko ákallið er að leikskólinn taki við að loknum fæðingarorlofi sem erum 1 árs og við höfum svolítið verið að kalla eftir umræðum það hverjar eru þarfir 1 árs barna, er það endilega best og við þurfum kannski að fara að rannsaka það töluvert betur er það endilega best að við séum að leikskóli sé best fyrir þau það getur alveg verið að það sé það getur alveg verið þannig en þá þurfum við rosalega
mikið af fagfólki til að sinna börnum á þessum aldri og ég hveti til að taka hingað í viðtal sérfræðinga í menntunarfræði yngstu barnana og þeir geta nákvæmlega sagt þér hvers konar aðstæður þau þurfa til þess að leikskólinn sé það besta fyrir þau. En í dag erum við alls ekki að ná að uppfylla þessar þarfir og við munum ekki ná því á næstu áratugum jafnvel. Þess vegna höfum við verið að segja við þurfum að kæla kerfið og eina raunhæfa lausnin til að mæta þessum vanda þá lenging fæðingarorlofsins. Þá svona heyri maður í foreldrum svolítið, þær raddir hafa verið háværir að bara koma út úr skápnum með það að foreldrum þykir erfitt að vera svona lengi og það sé ekki kannski hvorki börnum né foreldrum né neinu til góða að fólk sé einhvern veginn einangrað en þá heima sko of lengi en þá hugsa maður sér þá eitthvað kannski líka samfélaginu bara að það skulle vera komið svo að fólk sé þá einhvern veginn einangrað, það vantar eitthvað inn í samfélagsstruktúrin sem að býr til sem einmitt kannski skrítið að fara alltaf að leysa þann vanda bara með því alltaf að stækka leikskólakerfið eða hvað. Mér finnst erfitt að kaupa þessi rök og ég get náttúrulega bara tala út í persónulegu reynslu þegar ég og kona mín hefðum gjarnan vilja geta verið með börnunum okkar í fæðingarorlofi sem við hefðum skipt í aftur á milli okkar til 2 ára aldurs. Við höfum gjarnan vilja þá og meiri sé að dætur mínar fóru og svo kallega ungbarna leikskóla sem bara var mjög gott starf unnið á. Mér fannst alltaf óþægilegt þegar ég var að koma með það svona stemma í leikskólan. Þannig að mér fannst þetta ekki gott frá 1 til 2 ára aldurs. Svo bara kemur meiri þroski. Það er svo mikið að gerast á þessum árum. Ónæmiskerfið náttúrulega þroskast mjög mikið á þessum árum og pestar miklar hjá börnum. Sagði nú mér læknir það væri eiginlega best að börnum væru bara í Hrísey í sóttkví til ákveðins aldur sko. Nú það jo ekki. En hefur ekki verið líka sagt til að róa foreldra það sé svo gott að ónæmiskerfið mitt bregðist við sem flestum pestum sem fyrst að þá bara eflist ónæmiskerfið. Þetta allan svo læknir sagði mig þegar ég var að koma með börnin mín til lækni sko. En þú veist þetta alls konar og mér finnst erfitt að skoða þetta út frá ég held við verðum að skoða þetta út frá þörfum barnana fyrst og fremst og samfélagið að aðlaga sig að þörfum þeirra. Þessi ár kom aldrei aftur sko. Nei, ég veit að þetta er svona sjónarhornin sem að manni finnst að þetta vera númer 1 sko, en það ekki alltaf vinsælt þegar Sæunn Kjartansdóttir með að tala mitt mikilvægi þessa tíma þá sumir reyta hár sitt hefur maður tekið eftir, en svo tengist þetta líka kjarabaráttunni sko, það sem annað, maður heyrir inn í það sem þú ert að segja, það er þessi munur á milli ófaglegs fólks og menntaðs fólks. Og þessi umræða fer nú svolítið líka, þarna urgur dálítið í mönnum, það að segja að það sé kannski þessi hagsmunabarátta eða kjarabarátta menntaðs fólks og áherslan á menntun eins og þú segir sé svolítið til höfust þeim sem ekki eru menntaðir þar að segja, en svo segja allir sem eru í þessu leikskólakennar auðvitað það ofboðslega mikilvægt, það mikið af góðu fólki, ómenntuðu fólki sem starfar og leikskóli þarf alltaf að hafa líka ómenntað fólk að einhverju leyti virðist vera. Þannig að hver er eiginlega vandinn þarna í svona afstöð? Hver er afstöð? Finnst þér vera er þetta hroki þeirra sem eru menntaðir gagnvart þeim sem eru ómenntaðir? Er þetta einhver svona yfirburður af þeim sem eru menntaðir telja sig að þeir eiga að fá svona mikið meira borgað og þeim alveg saman hvað hinum fyrst kannski ófaglegt fólk getur að sjálfsögðu og á að sjálfsögðu að vera faglegt þegar ræðis í störfi í leikskóla eins og ég sagði áðan þá mikil starfsmannavelta með þessara hóps og ég sprett upp úr þessu kerfi, ég fór að starfa og mér líkaði vel og ég menntaði mig við erum með lög sem segja að 2/3 sinna uppbyldumenntin leikskólum eigi að hafa réttindi til kennslu, það er bara lög og það erum við að gera til þess að
gæði náms í leikskólum sé sem best og til þess að fólk sjái hagsinn í því að mennta sig sem kennarar þá þarf það að sjálfsögðu og sjá launalegan hvata í því og hann ekki nægilega mikill eins og staðan í dag og hann viljum við að sjálfsögðu auka og þarna stangast á tvenn sjónarmið annars vegar að laun ófælarða og þeir sem hafa menntun eigi að vera launamunur þarna og ekki að vera x og x mikill en að sjálfu leiðir ef við fáum ekki fólkið til að sækja sem menntunina þá aukum við ekki gæði námsins og þú veist á mörguleiti þetta bara fordómar fyrir menntunarfræði ungra barna eins og það sé eitthvað ómerkilegri fræði heldur en viðskiptafræði, lögfræði, læknisfræði að hvaða fræði það nú við einhvern veginn höfum ykkur allt aðra sýn á það ég myndi aldrei fara að starfa sem læknir þú veist, ég þarf bara að kunna ýmislegt og mennta mig mjög vel til að gera það og okkur finnst okkur þá hitt í lagi og fólk finnst þetta ómerkilegri fræði heldur en önnur fræði og ég er bara ósammála því og ég ætla bara að vera á móti því og leyfa mér að vera á móti því ég vissi nú ýmislegt þegar ég sem ungu pjakkur þarna kom inn og fannst ég bara ansíkur að geta vakna fyrir hádegi sko. Ég var bara vitleysingur svo þegar ég fór að mennta mig og skoða þetta og rýna gaggrina hvað ég að gera þá sér maður bara ýmislegt sko. En það hægt að segja ef maður svona tekur upp einhverju rödd og segir nú ertu að meina þá, þú segir að þú hefur verið vitleysingur en ertu að meina að þeir sem eru ófaglegir séu bara allir vitleysingur og þeir eigi ekki skilið hærri laun og þessi launamunur sem þarf að vera til staðar ef að þið náðu ekki árangri í verkföllunum með verkföllunum, verkfallsaðgerðum og í kjarabóta aðgerðunum að þá sé bara ágætt allavega að ófaglega fólkið ná ekki kjarabót heldur til þess að halda við mununum. Er þetta eitthvað svona, er ég orðið eitthvað? Já sko, ég að sjálfsögðu ekki að segja ófaglegt fólk séu vitleysingar. Nei. Sjálfsögðu ekki, en það er bara staðrind að starfsmannaveltan hjá þessum hópi er 33% og það er bara vegna þess að þessi hópur er á miklu leyti að hugsa eitthvað annað. Að hann ætlar að velja sér annan starfsvettvang. Sumir halda áfram heitlasta starfinu eins og ég gerði og mennta sig og svo það sumir sem halda líka áfram að mennta sig ekki hverjar svo sem ástæðunar eru fyrir því og ég segi oft við þetta fólk farðu bara og farðu í námi, ég skal borga þér og við erum að styrkja þennan hóp þegar við erum með styrki upp á 1,5 milljónir sem fólk getur fengið hjá félagi leikskólakennara þegar það er að sækja sér leiðhúsbréf ef það er komið BD-nám þar að segja og fólk hefur ýmsar ástæður fyrir því að það fer ekki nám og aldur, mér finnst aldur ekki rök að því að fara í nám, ég er orðinn gamall því að maður verður ekkit heimskari þegar maður verður gamall sko. Þannig að það, þú veist og það er ég stjórna því náttúrulega ekki sko. Öll mikilvæga reynsluþekkingi sem fólk hefur aflað sér og það er alls konar aðstoð við að komast inn í námi það er verið að meta reynslu fólks til að komast inn í námi og það er alls konar bjargir sem að fólk fær sko. Þannig en þú veist, þetta er tvískiptur hópur það er annars vegar þeir sem eru bara konir til að stoppa stutt við oft ungt fólk og svo hinir sem eru búin að starfa lengi og það er bara staðan Og þið eruð væntanlega ekki á móti kjarabaráttu þeirra sem eru ófaglegir sjálfsögðu ekki, við styðjum þau bara heilsugar þau eru með sinn sjálfstæða samlýsrétt og eiga bara að nýta hann alveg svo við Af því að það væri náttúrulega til bóta fyrir allt kerfið er það ekki ef að raunverulega kjör allra væru betri og alveg ekki vanþörf á að hækka aðeins bæði virðinguna og að sjálfsögðu þú veist, ég meina partur af þessu líka er að fræðslu starfsemi störfin eru líka verðmetin heldur en oft önnur störf og það er líka hluti sem við þurfum að breyta það er engin
það ekkert meitlað í stein að sérfræðingar í fræðslustarfsemi að hafa lægstu laun sérfræðinga, skilur við. Nei, mitt. Já, það er alveg heildar dæmi sem þarf að breyta og hérna... Og þetta er líka, við getum líka að tala um umönnunar stéttirnar við aldraða og spílana og allt þetta, skilji. Já. Að vinna með fólki er oft verðmetið. Og maður skilur ekki alveg hvernig Alvotech og Arion alltaf einhvern veginn að redda þessu svona grundvallar skekkju í íslensku samfélagi. En áður með hættum, getur þú sagt mér pínulítið frá verkfalls, svona hverju staða verkfalls því var frestað og hérna fannst þér vera, hvernig upplifður þetta ástand? Það voru náttúrulega kosningabarátt í gangi. Druknaði ekki svolítið þessi aðgerð í... Nei, alls ekki. Hún gerði það ekki? Hún gerði það alls ekki og hérna það var bara, við fundum mjög þétt og það voru mikla viðræður bæði fyrir verkvöllin og í verkvöllunum. Við tókum hins vegar bara meðvita ákvörðun með okkar vísindamennta að semja við getum kallað það vopnahlé. Í auðgunarskyni það voru ákveðna hækkanir sem komu frá því að kjarasamningar getur runni út og launatöflu hækkuðu og eru svo búin að vera að vinna þétt eftir að við frestuðum verkvöllunum. Hins vegar eins og staðan í dag og ég var að nefna áðan þá hvað jöfnur launa á milli markaðvarðar þá finnst mér ekki nægilega mikið hafa gerst og ég vil bara beina orðum mínum hérna til borgarstjóra meðal annars og bæjarstjóra hringinn í kringum landið því að það er stjórn sambands íslenska sveitafélaga sem að veitir umboð til að gera þessa kjarasamninga að þeir þurfa í alvörunni að fara að koma með eitthvað betast þetta að borðinu til þess að við þurfum ekki að fara í verkvöld aftur 1. febrúar því að það langar engum, verkvöld eru engin skemmtiefni. Nei, og náttúrulega einmitt framhaldsskólanemar voru nú dálítið að kvarta, fannst þetta kom svona út sem einhvern veginn ósanngjarnt að bara sumir skólar, það var gagnrýni á þess að aðgerði sjálfu sér. Verkvöld eru bara erfið fyrir þá sem lendi í þeim. Já, en það þarf að viðsemjendur þurfa dálítið að gera þessi í brók og koma móts við ykkur núna Það mun ekkert gerast öðruvísi. Nei, og þeir eru bara á fullu því Já, við munum funda bara alveg massa þétt. Já. Þar til 31. janúar náum við ekki samkomulega þá skella verkvöld aftur á 1. febrúar og þá höldum við samt áfram að funda en við vonum að við náum að landa samningum fyrir 31. janúar. Vonandi fá menn bara hugljómun hérna núna yfir jólin og hérna sjá að við verðum að gera eitthvað svona svolítið almennlegt í þessum málaflokki. Ég myndi að þar við höldum ekki áfram að googla þetta mannekla ónægja bara til áfram á næstu öld. Haraldur F. Gíslason, formaður félags leikskólakennara og tónlistarmaður og kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og eða setja okkur inn í málið frá ýmsum sjónarhornum. Ég segi bara gangi ykkur vel í baráttunni. Takk fyrir það. Og takk fyrir að berjast fyrir börnin okkar. Hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir í þessari umræðu sem við eigum alveg pottþétt eftir að halda áfram með á nýju ári. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.